Nýsköpunarlandslagið var að mörgu leyti mjög erfitt. Eins og við þekkjum að þá var bankakerfið á fleygiferð á þessum árum og mikill uppgangur þar og hafði gríðarleg áhrif á bara atvinnulífið í heild sinni. Bankarnir voru að taka fyrirtæki og sameinaði öðrum fyrirtækjum, mjög uppteknir í því og svo í útrás. Ég held nú að það hefði nú verið meira viti að fara aðeins meira í nýsköpun hjá fjármálakerfinu almennt á þessum tíma heldur en ekki. Helstu áskoranirnar hjá mér í starfi hjá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins, það var í raun og veru tvennt. Það var annars vegar starfsmannahald og svo hins vegar fjármögnun Nýsköpunarsjóðs. Ef við förum á starfsmannahaldinu að þá var í raun og veru þessar miklu aðgerðir sem að gripi til við það endurskipuleggja sjóðinn, hætta öllum þessum svona gæluverkefnum og fara í því að bara, markvisst að skera niður fyrirtæki sem við töldum ekki vera lífvænleg og einbeita okkur að þeim sem hefðu bestu framtíð á okkar mati. En síðan að fjármögnunin, ég þurfti að eyða miklum tíma í hana og það vill svo til að það tókst á endanum. Ég man eftir einni eftirminnilegri fjárfestingu. Það var fjárfesting í félaginu Iceland Green Polyol og ástæðan fyrir þetta var svo eftirminnilegt var svo að ég var nú held ég stjórnarformaður í því fyrirtæki og lendi því að semja við Kínverja að byggja fyrstu tilraunaverksmiðju sem átti að framleiða þetta efni og átti þess vegna erindi til Kína í einhver 2-3 skipti. En það sem var náttúrulega eftirminnilegast og ég nefndi áðan var náttúrulega uppgangur bankakerfisins. Ég gleymi aldrei þegar ég var staddur einhvers staðar í veiðibúð á þessum árum og það kemur ungur maður inn í búðina og hann að fara að kaupa sér græjur til þess að fara að veiða í einni bestu laxveiði á landinu og hann var sem sagt starfsmaður banka og var að vera að bjóða honum til laxveiði á vegum bankans. En þetta það sem var allt umlykjandi á þessum árum. Það var þessi uppgangur bankakerfisins og svo fór sem fór.